Þá erum við komin að Land Rover Defender, þennan nýja, árið 2020, bíl sem við verið lengi beðið eftir. Dagurinn rann upp í dag og við erum að aka þessum bíl í reynsluakstri hjá bílablogg.is. Þetta er alveg frábær bíl, það er mjög gaman að keyra hann og til að mynda er þetta bíl af 110 gerðinni í S-útgáfu sem að kemur með loftbúðafjörun, hann kemur með alveg geggjum græjum, þetta blasta þær upp í hið óendanlega, hann er með 10 tum skjá hérna og hann er með öllu því sem að góður nútíma bíl þarf að hafa. Hann er með alls konar aksturs öryggiskerfum og aksturs hjálparkerfum en þið getið lesið það allt í greininni. Það sem ég vil segja ykkur er fyrst og fremst upplifun að þið aka þessu. Þessi bíl sem við sitjum í núna er með loftbúðafjörun sem að skynjar vegyfirborðið þannig að hann er sífellt að breyta sér, fjöruninn. Fjöruninn á bílnum er alveg meiri háttar og verður að segjast mikil bylting myndi ég segja og þess vegna finnum maður varla fyrir því að fara í ójöfnur á þessum bíl. Hann tekur þær ákaflega vel. Þetta er stór bíl og það fer ákaflega vel hann hérna í þessum frábæru sætum. Nú, þau eru að hluta til rafdrifum en í dýrustu típunum náttúrulega er allt rafdrifið og maður getur stillt hallan á sætinu hérna, maður getur lyft því upp og svo rennir maður því á fram og tilbaka á sleða. Og fyrir mína part að ég er frekar hávaxinn að þá finnst mér alveg að það, þú veist mér finnst alltaf gott að geta teygt mér hérna en það er svona frekar stutt á milli hérna fyrir fæturnar, annars fer mjög vel hann í bíl. Það er stafrænt mælaborð, það er allar aksturstillingar hérna í gagnvirku tölvukerfi. Nú það er hægt að stilla hversu djúpt þú ferð á honum, það er svona, þeir kalla það vaðskynjari sem að segir okkur hversu djúpt við megum fara í vatn. Það er 360 myndavélakerfi í honum, það er mjög öflugt stýrikerfi fyrir að dráttargetuna, það er að segja hvað þú mátt draga þungt og síðan eru alls konar stillingar í þessu aksturstillingar sem að henta mismunandi vel eftir hvar verið er að keyra. Í þessum bíli er alveg ótrúleg tækni með við það að þetta á að vera svona og er byggður sem svona fjallabíll og ég hef spurt kunnuga hvort það sé eitthvað mál að breyta þessu og þeir segja að það sé ekkert meira mál að breyta svona bíl heldur en gömlum Land Rover Defender en hins vegar þá er miklu meira af tölvuskynjurum og alls konar rafmagnsdóti sem þarf að huga að þegar þessi bíll er hækkaður eða honum breytt þannig að það geti kostað aðeins meira. Í þessum bíl er til dæmis þrívið umhverfismyndavél, það er 360 gráðu bílastæðakerfi, það er þessi vaðskynjari sem ég ræddi áðan, það er hraðastilli með hraðatakmörkun, akreinar-stýring, neyðarhemlun og umferðarskiltagreining og sjálfvirk hraðatakmörkun. Þetta er það sem er í öllum þessum nýju og flottu bílum í dag. Þetta er stór bíl og það er mikið pláss í honum og það er örugglega mjög gott að ferðast á honum. Það sem að við tókum eftir í þessum bíl er að hann liggur eins og sleggja á götunni. Það er að segja að þú keyrir hann á 90 km hraða og tekur hann í hornunum alveg 100% svínleikur. Það er alveg ótrúlegt með svona stóran og mikinn bíl pluss það að keyra hann í ójöfnum er alveg sérstaklega þægilegt. Nú, þetta er ekki ókeypis bíl. Við erum að tala að verðið á grunnútgáfunni sé núna í júní 2020, 12,8 milljónir tæpar og þú getur fengið hann upp í 22,2 milljónir. Það vantar ekkert upp á afli í þessum bíl. Við erum að tala þennan bíl til dæmis með 2 litra 4 silindra vél með 240 hestafla afkastagetu og síðan er þetta að fá hann með 3 litra 6 silindra vél þar sem að afkastagetan er 400 hestöfl og sú vél er mild blendingsvél eða mild hybrid og okkur finnst alveg fínn kraftur í þessum 240 hestafla. Þið getið á rétt ímyndað ykkur hvernig 400 hestafla bílinn kemur út.